Velkomin þáttinn Súrt og sætt. Gestur minn á þessu sinni Davíð Oddsson, fyrrverandi borgarstjóri Reykjavík, seðlabankastjóri og forsætisráðherra. Nú beini ég spjótum mínum að þér, Davíð. Þú hefur gefið kost á þér til forseti Íslands. Af hverju gerur það? Það sem að gerast auðvitað það að það gríðarlegur óróleiki hvarvetna. Það vantraust á ýmsum hlutum. Vantraust á hverju? Liggur vantrausti á ríkisstjórninni eða forsætisráðherra? Ég veit að ríkisstjórnin, forsætisráðherrann og þeir aðrir ráðamenn sem þar eru hafa haft miklar áhyggjur af stöðunni og eru sífellt á vaktinni, og ég held að sumu leyti þá verði menn að sýna gætni í að gagnrýna stjórnvöldin við þessar aðstæður. Það er engin vafi á því að þau vilja ekki flana neinu, og það er rétt, en þau eru líka að leita leiða sem að halda til lengri tíma horft, ekki einhverja skammtíma aðgerðir sem að lúta því að ég ætla nú ekki að segja piss í skóinn, en ég finn nú ekkert skára orðalega í augnablikinu. Fréttir af framboði þínu hafa vakið hörð viðbrögð. Já, það er út af fyrir sig eðlilegt að neikvæðar fréttir veki neikvæð viðbrögð, það er eðlilegt. Stenst Ólafur Ragnar ekki þína væntingar sem forseti? Já, það er erfitt að segja vegna þess að erlendis eru menn ennþá í uppnámi. Uppnámi? Hvað þú við? Menn verða að gæta sín og tala hlutina með réttum hætti. Hafið þið Ólafur Ragnar eitthvað að spila saman? Ekki mjög vel, ekki mjög lengi. En öðru, Davíð, mér langar að vita aðeins mótframbjóðandi þína. Heldur að Guðni fái betri kosningu þú? Ég sé ekki fyrir mér að það geti gerst. Er það rétt, Davíð, að Sturla og Ástþór séu að lána okkur öðrum peninga til þess að fjármagna framboð sín? Þeir lána ekki hver öðrum, þó þeir jafnvel eigi peninga, af því þeir eru svo hræddir við að fá ekki borgað aftur. Er ólga innan Sjálfstæðisflokksins? Það er mikil taugaveiklun í gangi. En öðru, hvernig meturðu stöðuna hjá Samfylkingunni? En ég vil heldur ekki draga úr þeirra vanda, hann er töluverður. Þú skeist upp á bak sem seðlabankastjóri, ekki satt? Þetta er afskaplega, ég vil segja ósvífin yfirlýsing. Hvað með ástandið í dag, er það ekki afleiðing af þinni stjórnartíð? Hefur ekkert með það að gera sem nú er að gerast. Það vita menn. Ef þeir vita það ekki, þá vita þeir ekkert hvað þeir eru að tala. Fær Jóhanna Sigurðardóttir að koma í heimsókn á bestu stöðum ef þú verður kjörinn? Það má ekki segja, hleypum henni bara í gegn. Hún fer ekkert í gegn. Hún fer ekkert. Hún er ekki góluð þýttur sem hverfur. Við þurfum að berja hana niður. Og það munum við gera. Að konniðinni, Ástríður var ekki satt með ákvörðuna, en sagt. Maður hlýtur að hafa á þeim mikla skömm og mikla fyrirlitningu. Hvernig er Ástríður annars í skapinu? Hún fer niður þegar eru erfiðleikar, hún fer upp þegar allt styrkist. Nú var haldin mikil veisla í Valhöll á dögunum og var meira að segja framsóknarfólki boðið. Þá var mikil gleði. Partíið stóð alltaf lengi, Davíð. Kom ekki lögga á staðinn? Það stóð bara í 24 tíma, við höfum séð svona áður. Góðar heimildir herma að Vigdís Hauks hafi verið á sneplanum. Hún mun rétta sig af. Er þetta virkilega taktikinn hjá konunni? Hún mun ná sér á strik á nýjan leik, en það þýðir ekki að hún geti ekki tekið með enn meiri dýfur núna. Ég var ekki endilega vonað því, en það geti gerst. Og ekki bjóðið tequila, Davíð? Það er mjög hættulegt við þessar aðstæður. Hvernig er þetta, Davíð? Þú ert trúrækki maður, ekki satt? Lestu ekki örugglega Davíðsálfana? Menn eigi ekki að tala eins og eitthvað annar kostur sé fyrir hendi. Ertu ekki dónum gamalleiti, Davíð? Ég held það verið mjög rangt að segja það. Hvað með málefni daufblindra, eigum við að ræða þetta, Davíð? Sjálfsagt er að ræða öll mál. Þeir sjá þig ekkert í Nóaspjallinu eða nokkuð? Það er auðvitað erfitt við þessar aðstæður. Muntu hindra kjörsókn ungu kynslóðarinnar? Með öllum tiltækum ráðum. Að lokum, Davíð, hvernig séu Íslendingar standa ef þú er kjörinn sem forseti Íslands? Það eru þá bara allir í stórkostlegum vandræðum. Og væntanlega myndi nú veraldarinnar valdamenn reyna að bregðast einhvern veginn við því.